Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Í þætti vikunar ætlum við að kynna okkur ferðaþjónustu á Suðurnesjum og svo förum við í Strandakirkju og hittum þar fyrir Grindvíking sem margt til lista lagt. En byrjum í ferðaþjónustunni. Við byrjum á heitasta málefninu. Það eru eldstöðvarnar og gosið sem var í Fagradalsfjalli. Er þetta ennþá heitur staður? Hann það. Þangað til við bíðum eftir næstu eldstöðvum kannski. Það kannski hættu heimamenn að sækja staðinn svona ört eins og áður, en við höfum verið að fylgjast með þarna og það eru ennþá hundruðir manna sem mæta þarna daglega og þetta ákaflega tilkomu mikið ennþá. Ég fór bara þarna á dögunum með bandarískum blaðamönnum og þeir voru alveg yfir sig hrifnir að sjá bara litina í þessu, reykinn sem leggur ennþá frá þessu og bara útsýnið sem þannig uppi. Þetta bara frábær göngustaður og gönguleið og auðvitað voru mikla framkvæmdir sem fóru þarna fram, bara bílastæði og gönguleiðina sem gera þetta bara að fullkomnum áningarstað. Þannig að við erum að sjá það að það að aukast jafnt og þétt og bara frá áramótum eru yfir 30.000 manns búin að mæta að Fagradalsfjalli og ég bara hlakka til að sjá hvernig traffíkin verður hann í sumar. Ég alveg býst við svolítið örtröð af fólki að sjá þessar stöðvar. Sko. Við erum hérna í dag við brú milli Heimsálfa og hér bara fullt af fólki. Það var bara ekki laust bílastæði þegar við mættum hérna rétt áðan og hér eru að mæta núna bara í síðustu 2 mánuðum eru 250 manns á dag og það bara eftir að verða, þú veist, þetta bílastæði verður bara kjaftfullt hérna á hverjum degi í sumar, komast færri að bara en vilja held ég og hér erum við með teljara og erum að fylgjast með trafikkinni og þetta vinsæll áningarstaður og bara í næsta nágrenni eru svo margir ferðamannastaðir sem þú getur allt tekið svona í leiðinni. Þannig að þú veist, þetta svona skemmtilegt líka að brúin hérna að vera 20 ára í ár og þarna góð hugmynd sem kemur upp og skapar eitthvað hérna sem var ekkert eitthvað, þú veist, fyrir. Þannig að hérna erum við búið til eitthvað skemmtilegt og vonandi bara verður áfram eitthvað svona. Svo förum við aðeins hérna austar í Seltún. Hvað getur sagt mér frá því svæði? Það nú búið að vera svona svolítið falin perla í langa tíma. Já, þetta svæði Seltún og í kringum Kleifarvatn. Þetta eitt svona mitt uppáhaldssvæði á Skaganum. Þetta náttúrulega rétt eins og Gunnukver sko, svona þetta fallega háhitasvæði sem að fólk sækir í kannski bara upp á hálendi eða eitthvað, það þarf að fara svolítið langt yfir skammt, en þetta bara hérna hálftíma frá hérna höfuðborginni og hálftíma frá flugstöðinni, þá eru svona svæði hér, Gunnukver og Seltún og þar eru að fylgjast með fjölda ferðamanna og þar voru held ég 90.000 manns í fyrra sem heimsóttu Seltún. Þar eru gríðarlegir möguleikar í kringum eins og Kleifarvatn og allt þetta svæði. Þannig að, jú, þetta falin perla alveg vissulega. Ég beini alltaf gestum og blaðamönnum og ferðamönnum bara að taka Krísuvíkurleiðina, taka allt aðeins lengri leiðina og búa til eitthvað hring úr þessu og það líka eitthvað sem við erum með á dögunni til dæmis. Við ætlum að stefna því að fara að búa til ferðaleiðir hérna loksins sem þú veist, eru þá í ætt við eins og Gullna hringinn eða Norðurstrandaleið eða eitthvað slíkt, Vestfjarðaleið. Þá vantar eitthvað svoleiðis hér til að það sé eitthvað svona sölu afurð fyrir ferðaþjónustu aðila, rútufyrirtæki og ferðaskrifstofur og annað sem hægt að benda fólki á og ákveðna staði sem gott að heimsækja og búa til þjónustu í kringu það, þannig að það eitthvað sem við erum með í vinnslu hjá okkur. Hér á Reykjanesskaganum margt að sjá, en hvað með afþreyingu? Hér nefnilega lúmst mikið af afþreyingu. Eins og ég minntist á bara áðan að ég var hérna með blaðamenn á ferð sem við gerum reglulega í samstarfi við Íslandsstofu
við erum svona kimi af Íslandsstofu, þá fórum við til að mynda Hestbak Hópsnesið, þar Arctic Horses í Grindavík, svona fjölskyldu fyrirtæki með vænum hestum og skemmtileg leið þar hjá skipsflökunum og gömlum tóftum og húsum og slíkt, sem svona, já, enn falin perlan. Svo eru hægt að fara hér á fjórhjól, það hægt að fara á kajak á Vatnsleysuströnd, hvalaskoðun frá Reykjanesbæ, sjóstöng, svo náttúrulega endalaust af gönguleiðum. Það eitthvað sem við sjáum mikil tækifæri í að kynna Reykjanesið enn frekar sem útivistarsvæði, göngusvæði fyrir bæði útlendinga og sérstaklega þá heimamenn. Þú veist, í nágrenni höfuðborgarinnar eru við, að mínum mati, algjör útivistaparadís. Svo flóra veitingastaða, hún hefur vaxið mjög bara núna á síðustu misserum. Heldur betur, það við höfum verið með verkefni hjá okkur sem matarkista Reykjanes og Reykjanes orðin algjör matarkista. Það alltaf að bætast við og bara nýleg dæmi El Faro út á Garðskaga sem að fá svona glimrandi start einhvern veginn. Man tekur mikið eftir, sérstaklega heimamenn eru allir að pröfa staðinn og kíkja og mæla með honum í hástert. Ég fór einmitt á dögunum í mikla svona matarferð með gesti og þá kom hann bara á óvart hvað þeir voru hrifnir af til dæmis bara íslensku pulsunni hjá Villa. Það náttúrulega bæjarins bestu og allt þetta svolítið þekkt en við tölum Villa pulsu sem bestu pulsur landsins sko. Það stóð upp úr, við fórum á alla fínustu veitingastæði á svæðinu og það var hamborgarinn og sérstaklega pulsan með öllu hjá Villa. Og einnig líka bara þorskréttur sem hjá Höllu, bara svona sem heimamenn þekkja orðið hansi vel. Þetta stóð eftir þrátt fyrir bara marga heimsklassa veitingastæði. Þá höfðu blaðamenn orð af því sem að borða út allan heim og Michelin-stöðum og eitthvað svona sem okkur finnst bara sjálfsagt og daglegt eitthvað sem við borðum í hádegismat. Þá þetta bara einhver dýrindis matur og spennandi svona kostur fyrir gesti. Segðu mér frá uppbyggingu við Brimkill. Herru, já, við erum núna að leggja loka hönd á áfanga 2 í sjálfu sér sem var nú gert ráð fyrir upphaflega þegar fyrsti pallurinn var byggður. En núna erum við bara, ég myndi halda á næstu 1 eða 2 vikum erum við bara búin með þetta. Þar sem við erum að stækka pallinn í raun og veru þannig að nær sjálfum Brimkallinum eða það sem fólk kemur til að skoða. Og þetta náttúrulega bara gríðarlega skemmtilegt verkefni upp á það að þarna náttúrulega var í sjálfu sér ekki neitt. Þannig bara staður sem svolítið búinn til og styrktur að framkvæmdasjóði ferðamannastaða og fengum hann að góðan styrk til þess að fara í þennan áfanga 2 en á sama tíma erum við að gera ákveðna úrbætur hvað varðar öryggi og aðgengismál líka. Þannig að það er gott að líta svolítið tilbaka svona þegar það er búið að fá á reynslu á staðinn að sjá hvað þarf að gera betur. Þannig að við erum í því núna. Eldvörp, þau eru svolítið milli tannanna fólki þessa dagana og þið eruð svona í einhverjum verkefnum þar. Já, eldvörp náttúrulega fyrir að fyrsta gríðarlega viðkvæmt jarðvætti og komin alveg tími til þess að gera ákveðna innviðabreytingar þar til þess að geta tekið á móti fólk sem heimsækir staðinn og það þarna einn gígur sem hvað heimsóttum mest af ferðafólki og við erum núna í samvinnu við Grindavíkurbæ að vinna að svona afmörkun á bílastæði og gönguleiðum við þennan gíg eins og gefur að skilja með hvernig aðstæður eru núna þá kannski þá erum við svona, getum sagt að við séum aðeins með það á hold að fara allavega á stað í framkvæmdi. Við vorum eiginlega bara næstu því að fara að mæta með vélar og tækja að græja þetta en svo byrjar allt að skjálfa og akkúrat þessi kvikugangur talaður að hann sé þarna bara beint undir. Þannig að við erum svona aðeins að bíða á okkur mesta og sjá hvað gerist. Þið eru aðeins að skipta ykkur af deiliskipulagsmálum og hönnun upplifun á svæða. Hvað getur sagt mér af því? Já, við erum náttúrulega, Reykjanes Geopark í forsvari fyrir sveitarfélögin til þess að byggja upp ferðamannastað á svæðinu og það náttúrulega gerist ekki nema í samvinnu við sveitarfélögin og saman erum við
svolítið að líta á Reykjanesi sem eina heild en ekki einhver ákveðin landamæri sveitarfélaga. Þar af leiðandi erum við í þessum verkefnum og til að mynda erum við núna að vinna deiliskipulagsmálum við Þorbjörn sem kom svona heldur betur á korti hérna árið 2020 og úr var það við ákveðum að fara í ákveðna vinnu þar til þess að bara undirbúa þennan stað til þess að taka á móti fólki sem náttúrulega búið að vera lengi, bara Bæjarfjall, Grindavíkur og margir heimsækja Þorbjörn á hverjum degi til þess að ganga en svo komið tími til þess að líta svolítið á svæði sem eina heild og búa til svona svolítið upplifunarsvæði. Þannig að það er eitthvað sem tekur á móti þér, hvort sem að það eru útsýnisstaðir eða bara skilgreinda gönguleiðar og merkja þar svolítið skilvirkilega þannig að þær hendi og getur séð hvaða leiðir henta þér og svo framvegis. Þannig að við erum í þessari vinnu núna með Grindavíkurbæ og bara langt komin og svo í framhaldinu sjáum við fyrir okkur að fara í uppbygginguna. Þannig að þetta er svona fyrsta stigið að þessu. Svo eru þið með gestastofur á svæðinu? Já, við höfum rekið gestastofu sem hefur líka verið upplýsingamiðstöð í Reykjanesbæ í Dúshúsum sem að hefur bara gengið vel en er svona barn síns tíma má segja og alveg tímabært að fara að horfa aðeins fram á veginn og gera eitthvað ennþá stærra og betra. Þannig að við erum núna þessar mundir að vinna að gestastofu bæði í Reykjanesbæ og í Grindavík þar sem að sýningin í gestastofan í Reykjanesbæ verður svona kannski meira yfirlitssýning yfir Jarðvanginn og hvað það þýðir að þetta svæði sé Jarðvangur og svona fólk geti komið svolítið þangað sem annaðhvort upphafi endi á sinni ferð hérna á svæðið og kynnt sér svæðið og eins líka bara fyrir skólahópa og íbúa að fræðast betur svæðið. Svo er svona hugmyndin að stækka þetta enn frekar og fyrsta skrefið í því er að vera með aðra gestastofu í Grindavík sem hefur þá kannski er svona þematengdari og þema þar verður eðlilega eldvirkni og eldgos í Fagradalsfjalli og jafnvel eitthvað í tengslum við orkuna. Þannig að við erum að sjá fyrir okkur að með tímanum að það verði búið að opna gestastofur vonandi bara í öllum sveitarfélögunum 4 þar sem að hver og einn hefur sitt svona þema til þess að tengjast staðnum sem svo gestastofu er á og fólk getur fræðst vel svæðið. En það er svona ótímabært kannski núna að segja nákvæmlega hvenær það opnar en það fer ekkert á milli mála þegar það gerist. Það verður mikið gleðiefni að opna þessar 2 gestastofur sem svona byrjunarstigi í þessu og sjáum fyrir okkur að byggja svo líka bara ofan þetta ókomin ár. Þetta séu svona kostnaðarsöm verkefni og einhvers staðar þarf maður að byrja en svo getur maður svona bætt ofan á með tíðun. Svo áhugi á göngu, ferðum og útivist er mikill. Hvernig eru þið hjá Reykjanes Geopark að koma að þeim málum? Já, við höfum svolítið sett okkur það sem svona eitt af leiðarljósunum undanfarið að styrkja bæði ímynd Reykjanesins og eins að byggja upp innviði til útivistar. Og það er náttúrulega við höfum undanfarin ár verið að stika leiðir og ásamt fullt af öðrum aðilum sem hafa staðið í því með okkur. En hvað varðar þessa útivistarmöguleika sem við náttúrulega vitum að eru endanlausir og nóg eftir að gera en þá erum við svolítið núna að vinna í því að markaðssetja svolítið þessa útivistarperlur og það eru að gera til dæmis með verkefni sem er unnið með Þráin Kolbeinssyni ljósmyndara og er styrkt af uppbyggingarsjóði Suðurnesja að vekja athygli á 13 tindum á Reykjanesi til þess að ganga á. Og það hefur verið gert svona á myndrænan og skemmtilegan hátt þannig að sé aðalandi að koma og eins erum við að svona endurnýja svolítið upplýsingarnar okkar á okkar miðlum, svo sem samfélagsmiðlum og vefsíðum bara göngulegar á svæðinu. Þannig að við náttúrulega erum bara í túnfætinum á þéttbýlasta svæði landsins og það hafa allir gengið á Esjuna einhvern tímann og það er nú alveg kominn tími til þess að fara að kíkja á aðra staði Þannig að það er nóg að vera hér. En hvað með Íslendinga? Fólk sem er að fara á ferðinni sumar á húsbílum, hjólhýsi sinni eða ferðavagna, það er alveg næg aðstæða fyrir þetta fólk hérna suður með sjó. Það eru bara í hæsta klassa tjaldsvæði hérna. Tjaldsvæði í Grindavík til að mynda. Það er svona
væri kjörinn kostur eða þú ert að byrja ferðalag eitthvað suðurströndina eða fara hringinn eða hvað, þá veit maður til þess að margir byrja þar sem glæsilegt, stórglæsilegt tjaldsvæði. En svo hef ég heyrt meira af því að fólk sem að svona vill viðra tjaldvagnin og eitthvað svona, eða vanalega myndi skreppa á Suðurland eða Snæfellsnes eða eitthvað, það sér þetta alveg sem möguleika líka. Að fara kannski bara í 1-2 nætur og gista í Grindavík eða út í Sandgerði hjá Ægisdegi eða þeim tjaldsvæðum eða út á Garðskaga eða hvað. Þetta alveg möguleiki líka. Og frábæra sundlaugar. Já, það eru enn eitt fjársjóðurinn. Ég bara, við erum svo heppin með allar þessar sundlaugar og þetta heita vatn sem við eigum. Í hverju einasta plássi hérna er sundlaug sem að jafnast alveg á við það besta sem býðst í öllum þessum lónum og þetta. Og talandi lónin, þá náttúrulega bláa lónið alltaf, það svona, það eru að poppa upp allstaðar ný slík lón en í okkar augum þetta alltaf eina sanna sem eitt á þessu ári fagnar 30 ára afmæli og stendur svona mikið til hjá þeim líka og ætla að gera enn betur og fyrir okkur heimamenn einhvern veginn þá bláa lónið alltaf sem stendur upp úr í þessu en sundlaugarnar okkar líka það eitthvað sem við megum alls ekki gleyma. Þar sem englarnir syngja sefur þú, sefur í djúpinu væra. Við hin sem lifum í trú að ljósið bjarta skæra. Vekið þig með sól að morgni, vekið þig með sól að morgni. Sigurbjörn, hvað fær grindvíska tónlistarmannin til þess að koma og vera að taka upp hérna í Strandakirkju? Ég veit ekki hvernig ég á að skýra þetta út. Ég hef verið að spila á gítar, ég byrjaði að læra á gítar þegar ég fór í Versló. Pabbi hvatti mig eindregið í það og það byrjaði hann ekki betur en það. Ég var næstuði búinn að kasta inn hanglaðan. Maður var svo lengi að skipta D yfir í G og allt þetta og var eiginlega bara búinn að gefast upp. Náðu svo að klambra saman gamla nóga minnum í einhverju partí heimi og mömmu og pabba. Og allir sungu með og ég bara, yes, þetta gaman. Þannig að þá fór ég bara að gera meira af því og minn grunnur liggur svo sem í bara partí gítarspili. Svo náttúrulega fór ég í hljómsveit líka, fyrst sem söngvari og hef verið að spila. Svo bara, það svona rúmt ár síðan að þessi draumur dálítið vaknaði, mér langar að gera meira í því að flytja tónlist. Þetta svo ofboðslega gefandi og þá öll tónlist. Ég ekki að tala bara verið inn í partí, einhverju söngpartí eða á balli eða eitthvað. Þetta í raun bara bestu giggin, þetta kannski allt gigg, kannski ekki gigg, fallegt orð yfir eitthvað inn í kirkju, en brúðkaup eða jarðarfarir, þetta það sem gefur manni eiginlega mest sko. Og þarna það maður virkilega standa sig og ég tel mig hafa fram á ýmislegt að færa í þessum bransa, eins og ég segi, inn í partíum og svo á ég náttúrulega þessa dóttur sem hún myndi flokkast undir að vera föður betur en okkur þegar kemur að söng. Hennar rödd nýtir sín rosalega vel inn í kirkju og við höfum dálítið gert af því að flytja tónlist í kirkju, bæði við brúðkaup og jarðarfarir. Ást okkar var ást við fyrstu sýn. Við eigum saman þennan dag. Ástfangin ég syng þér þetta lag. Og í brúðkaupum þá ég þá líka geta séð fjörið í veislunni. Stundum eitt, stundum með hljómsveit, bara hversu metnaðarfull eru brúðhjónin, basically sko. Og ertu búinn að semja eitthvað lög? Já, ég hef nú alveg náð að rampa á nokkur lög í gegnum tíðina og eitt af þeim lögum sem þessi 2 lög voru tekin upp hérna í Strandakirkju í dag eftir mig og fyrir annað lagið
í raun fyrsta lagið sem ég samdi bara og ég söng það við altarið í eigin brúðkaupi. En dóttir mín, föðurbetringunin, hún vildi nú bætum betur og tók það upp en svo ákveð að taka það aftur núna. Og það er ennþá betra því nú er þetta komið í tóndöfn sem að henni hentar. Þannig að við tókum það og ég setti þetta þannig upp að þetta eru 2 lög sem henta þá fyrir brúðkaup. Já, og svo ég sem sagt, það er verið að gera síðu fyrir mig. Ég þarf að vera áberandi á samfélagsmiðlum. Það sem mig kannski vantar mest er að einhver viti af mér. Ég er bara no-name ennþá, vonandi. Þannig að þú ert að fara að bjóða upp á þessu þjónustu að syngja við hina ýmsu uppákomur eða brúðkaup. Ýmsu tilefni og einmitt kom auga á kona á Facebook sem að gefur sig út fyrir þetta. Hún er bara í mjög flottri vinnu og allt það, en er svona með á kantinum að auglýsingin var bara, þarftu að koma þér á framfæri, þínum business á framfæri. Og þetta bara akkurat það sem ég þurfti og þetta er algjör snillingur. Halldóra Anna Hagalín heitir hún og hún er að setja upp fyrir mig þessa síðu og þá verður þetta þannig ef þú ert að pæla í brúðkaupi að þá getur þú farið inn á þann part og þá verða þessar 2 lög sem þetta varandi brúðkaup, eitt sem að ég söng, Já Arni rattaði og annað sem hún söng og svo 2 lög sem við varandi jarðarför og það er hitt, það er nýjasta lagið mitt sem ég samdi sem svona útvara lag. Svo ertu nú með snillinga, úr Bílabænum með þess, Grindvíkingurinn. Maggi, hvað getur eitthvað hjálpa á honum? Já, mér finnst ég skyldu til þess. Ég er nú Grindvíkingur í móðurætt frá Karlsskála og það titrar í mér einhver tög fyrir því. Já. Er hann efnilegur? Já, þetta er prýðis strákur. Hvað góðu fólki komin allavega. Það er náttúrulega skiptir miklu máli. Og þið tókuð saman hérna lag sem að þú samdir og Villi Vil heitinn. Já. Og mér fannst þetta dálítið gaman af því, sko. Þetta er auðvitað mitt verkefni kannski meira og við var ekki kynntust bara vel frá og með síðustu jólum. Ég hef tekið þátt í að halda jólatónleika í Grindavík og við fengum hann til þess að, bara tónlistarstjóri og spilaði og allt það og bara góð kynni í bara framhald af því og hvert einasta símtal það endar alltaf, það er alltaf mikill hlátur hjá mér, stundum það er hann líka eitthvað vonandi af vitleysunni í mér en allavega mjög skemmtilegt og allt þetta og ég bar þessa hugmynd undir hann, þú veist, ég væri að fara, þú veist, hann var að spila inn á þetta lag sem ég samdi og ég stakk upp og þegar ég kíkti á hann í heimsókn, þá leiði hann mér að heyra þetta lag sem að Villi Vil var tekið á minningan tónleikunum. Og ég, eflaust hafði ég heyrt það þannig áður, en ég bara kolféll fyrir laginu, ofboðslega fallegt lag, hljómandi bara snilld, og svo er bara boðskapurinn svo fallegur í því fyrst mér. Og varðandi brúðkaup, hvað er það kannski að mikilvægasta fyrir hjón pör að geta talað saman? Og hann var nú fyrst ekkert kannski alveg á því, nei, frændi, við höfum kannski ekkert að segja brúðhjónunum hvernig þau eiga haga sér, en svo ég get verið ákveðin og suðaði og já, ok, og svo datt mér í hug þegar ég var að keyra í mitt þennan Suðurstrandarveg að sækja dóttur mína og var að syngja bara með og æfa mig og semst viðlagið endurtekið sífellt í lokin og ég spurði, heyrðu, fyrsta frændi samþykkt að þetta lag mætti rata inn á þennan brúðkaupspart. Myndi hann þá kannski, ég held að hann myndi þá bara frekar vilja semja svona auka viðlag. Hann, nei, sjáðu bara hvort andinn kemur yfir og það varð úr að ég samdi þennan svona kórus við þetta, þannig að... Má ég heyra aftur hvernig ég sagði það? Ég man ekki alveg leikt úr það. Þetta var snuðut hjá þér, þú lékst gamla mann. Nei, sjáðu bara hvort andinn... Hvað getur sagt ykkur þetta lag, Maggi? Ekkert sem að fólk veit ekki þegar. Þetta var mikið fréttamál á sínum tíma þegar við grófum upp þessa upptöku með Vilhjálmi heitnum og fórum og unnum með þá gömlu upptöku þangað til hún endaði eins og hún endaði. Það var bara vegna þeirra hjálpar sem ég fékk frá góðum mönnum sem að gerði útslagið með það. Þessi sama gamla saga að segja nei það
sem angrar hugi okkar. Svona yfirleitt þið standið hér, þéttlið við hlið. Drottinn hann ykkur sér og blessar brúðkaupið. Og aldeilis, já, landslið sem að þú varst nú með þér hérna í dag. Heldur betur. Það bara þvílíkur heiður að svona menn vilji gera þetta með mér. Ég bara hrærður. Það voða gaman að velta þessu málu fyrir sér en aðalatriðið það orðið svo mikið af svo flinku ungu fólki sem að hefur alist upp og fengið menntun og náð að komast miklu lengra heldur en þeir menn eins og ég og mín kynslóð og eldri kynslóð þar á undan sem þurfti í raun og veru að búa sér þetta allt til úr engu. Og það gerir það verkum að það hægt að hitta bara orðið fólk sem að, með bæði eyrun opin og kunnáttu til að gera hvað sem og láta það passa. Þetta sömu lögin þannig sem mikið til sko. Og þægilegt í dag, þú bara setur þetta upp á iPadinn og allir sjá það og ef menn kunna hljóðfærið og kannast við lagið þá alveg hægt að flytja þessu sko. Svo vöknum við með sól að morgni, svo vöknum við með sól að morgni. Leið og við þökkum fyrir áhorfið viljum við minna á aðra miðla Víkur frétta. Við erum að gefa út vikulegt héraðsfréttablað, Víkur fréttir, sem dreift frítt öll Suðurnes og á netinu. Og eins og hefur komið fram þá erum við að sinna golfíþróttunni á vefsíðun okkar kylfingur.is og að sjálfsögðu fréttir alla daga á víkurfréttavefnum vaff.is. Við þykjum góðar ábendingar efni í okkar miðla og sendið okkur á vaff@vaff.is. Við þökkum fyrir okkur, sjáumst að vikuleiðinni, verið sæl.